Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmilt til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli: hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafarmunanum? Og þegar þær líta upp, sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær: skelfist eigi. Þið leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann er upprisinn. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, en sæl erum við þegar við heyrum Guðs orð og varðveitum það í hjörtum okkar. Amen.
Í fjallræðunni standa þessi orð. Hyggið að liljum vallarins, hversu þær vaxa. Hvorki vinna þær né spinna. En ég segi ykkur, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo gras vallarins sem í dag stendur, en á morgun verður í uppkastað, skyldi hann þá ekki miklu fremur klæða ykkur. Mér komu þessi orð fjallræðunnar í hug þegar ég fór að íhuga lífshlaup Þóreyjar eftir samtal mitt við fjölskylduna, því ræktun blóma og trjáa var hennar mesta yndi og því hefur hugur hennar áræðanlega verið fullur af aðdáun á þeirri sköpun Guðs sem birtist okkur einmitt núna á hásumri. Það er tákgrænt fyrir Þóreyju að hún skuli einmitt kveðja þetta jarðlíf þegar sköpunarkraftur Guðs blasir við okkur hvert sem við lítum í náttúrunni. Þórey Sigfúsdóttir sem við kveðjum héðan frá Hafnarkirkju í dag var mikil ræktunarkona. Hún hugði að liljum vallarins, blómunum í garðinum sínum og við sumarbústaðinn í Lóni. Við ættum að huga að því á þessari kveðjustund hversu mikilvægt það er að huga að umhverfinu og dásta sköpun Guðs. Því það er Guð sem gefur vöxtinn og hugar að því sem við sáum. Lífið er þannig í heild sinni, sáning og ræktun. Allt sem við gerum og segjum hefur áhrif og Guð blessar öll okkar spor. Öll verk okkar eru sáning og Guð gefur vöxtinn eins og í allri annarri ræktun. Það er gott að eiga þá trú á kveðjustundu að lífið er ekki aðeins það sem sést ofan jarðar, heldur hefur það svo miklu fleiri hliðar en við hugsum í daglega lífi okkar. Það er svo margt sem tilheyrir hinum ósýnilega veruleika tilverunar sem við ættum að huga oftar að en þegar við kveðjum látinn ástvin. Guð leiddi okkur inn í þennan heim frá himni sínum og tekur við okkur þegar ævinni lýkur, hvort sem við erum ung eða aldin þegar að þessu lífi lýkur. Við erum leiddin í himinn Guðs þar sem ljósið skín í myrkrinu og friður Guðs sem er æðri öllum skilningi mætir okkur. Við skulum hugsa til Þóreyjar og þessari kveðjustundu, huga að þeim minningum sem að þið eigið hana og minnast þess að hún lifir hjá skapara sínum og lausnara í þeim friði sem hann einn getur gefið. Þórey Sigfúsdóttir fæddist á Krossi í Fellahreppi þann 20. og 5. september árið 1940. Foreldrar hennar voru Sigfús Guttormsson og Sólrún Eiríksdóttir. Þórey var ein af 9 systkinum og fór því ung að árum í fóstur til föður afa síns, Guttorms Einarssonar og eiginkonu hans Þóreyjar Stefánsdóttur. Hún ólst upp hjá þeim á Reyðarfirði sem þeirra eigin dóttir. Dóttir Þóreyjar Stefánsdóttur og Guttorms Einarssonar, Elín Björg, átti dótturina Huldu sem var 2 árum yngri en Þórey. Þær ólust upp sem systur og voru mjög nánar. Vinátta þeirra var einstöng og ævilöng. Þórey stundaði grunnskólanám á Reyðarfirði, svo leið þeirra Huldu, frænku hennar og fóstursystur í Alþýðuskólann á Eiðum og síðar í Húsmæðraskólann á Varmalandi, þar sem að þær stunduðu nám saman. Allt sem Þórey gerði á heimili sínu síðar bar vott að hún hefði verið húsmæðraskóla gengin, svo myndarleg húsmóðir sem hún var alla tíð. Upp úr 20 flutti Þórey til Reykjavíkur og hóf störf hjá Pósti og Síma. Skömmu síðar kynntist hún Bjarna Hannessyni
sem varð eiginmaður hennar og eignuðust þau 2 börn með stuttu millibili, Hönnu Hlíf sem fædd 1. nóvember árið 1965 og Guttorm Þór sem var fæddur 15. október árið 1966. Hanna Hlíf gift Þórarni Blöndal. Dætur þeirra eru Marsibil Sól sem gift Kára Hrafni og eiga þau einn son, Guttorm Liljar. Yngri dóttir Hönnu Hlífar og Þórarins Ilmur María. Son sinn Guttorm Þór Bjarnason missti Þórey langt fyrir aldur fram árið 1986. Þórey bjó í Reykjavík þar til Bjarni lést árið 1975. Eftir það flutti hún aftur á heimaslóðir sínar á Reyðarfjörð. Þar lagði hún hart að sér við að byggja fjölskyldunni hús og vann margvísleg störf til að láta þann draum rætast. Það var mikið dugnaðarverk fyrir einstæða móður með 2 börn, en það verkefni tókst og var henni mikill sigur. Síðar kynntist Þórey Birni Kristjánssyni. Þau hófu sambúð og hún flutti hingað til Hafnar í Hornafirði, þar sem þau áttu saman heimili til æviloka. Dætur Björns eru Ingunn Jóna sem látin. Hún var gift Andrési Óskarsyni og eiga þau 2 börn. Í miðið Sigurrós Erla sem gift Jóni Þorsteinssyni og eiga þau 4 börn. Yngst Aðalheiður Fanney, gift Valdimar Ingólfssyni og eiga þau 4 börn. Líf Þóreyjar breyttist mikið eftir að hún kynntist Birni. Fyrst fór hún að vinna á sláturhúsinu hérna en síðan á leikskólanum. Björn og Þórey bjuggu fyrst á Hafnarbraut 21 en keyptu sér fljótlega hús á Bjarnarhóli 10. Þar sköpuðu þau sér fallegt heimili og ræktuðu garð af mikilli alúð. Garðurinn var þeim afar kær, stolt þeirra og prýði og bar glöggt vitni natni þeirra og umhyggju. Á Bjarnarhóli bjuggu þau þar til fyrir ári að þau fluttu að Víkurbraut 30. Björn og Þórey ferðuðust mikið saman, bæði innan lands og utan. Þau fóru til Kanada með Karlakórnum jökli, ferðuðust alla Evrópu og Norðurlönd og margsinnis fóru þau til Kanarí og voru lengi í einu. Þau byggðu sér sumarbústað laust eftir aldamótin í Stafafellsfjöllum í Lóni. Þar hófu þau mikla trjárækt og plöntuðu meðal annars öspum til að mynda skjól. Björn segir að þar hafi verið þeirra mestu sælustundir. Bústaðinn seldu þau fyrir 4 árum. Auk áhuga á ræktun trjáa og blóma hafði Þórey mikinn áhuga á handverki. Hún prjónaði mikið, vann bútarsaum og útsaum. Hún var afar félagslynd en fannst líka gott að vera ein heima með áhugamál sín sem var handavinna og bakstur. Hún naut þess mjög að hafa fjölskyldu Björns í kringum sig og var afar þakklátt fyrir allt sem gert var fyrir hana. Það sem dætur hans og barnabörn minnast sérstaklega bollukaffi á Þorláksmessu. En þá bakaði hún gerbollur og var með heitt súkkulaði fyrir alla fjölskylduna. Þá var karfa við útidyrnar, þar sem allir áttu að skila símónum sínum svo fólk myndi nú tala saman. Ein undantekning var gerð til að taka mynd. Þetta góð hugmynd fyrir okkur öll. Í einu slíku bollukaffi kom Þórey þeim afar mikið á óvart, því þá var hún búin að hengja upp allar myndir sem barnabörnin höfðu teiknað gegnum árin. Hún kunni vel á börn, enda vann hún lengst af á leikskólanum Lönguhólum eða allt til starfsloka þegar hún varð 70. Söngur var sameiginlegt áhugamál Björns og Þóreyjar. Hún söng árum saman í kirkjukórnum á Reyðarfirði
og svo sungu þau saman í kirkjukórnum hér á Höfn og í gleðigjöfunum kór aldraðra hér í bæ. Hún fór á allar æfingar síðastliðinn vetur og söng á tónleikum með þeim nú í vor. Þórey var allatíð mjög ung í anda og afar dugleg kona. Hún sagði alltaf að hún væri ekki gömul, þrátt fyrir það að síðustu ár hafi hún verið farin að finna fyrir slappleika. Fyrir 3 árum fékk hún aðkenningu að heilablæðingu og aðra fyrir ári, en náði sér alltaf á strik, þar til hún lést af sama sjúkdómi þann 9. júlí síðastliðinn. Nú þegar þessi duglega og ljúfa kona hefur hvatt þetta jarðlíf, fyllumst við þakklæti fyrir líf hennar og fyrir þær minningar sem að þið fjölskylda og vinir eigið hana. Við kveðjum hana í þeirri trú að látin lifi í faðmi Guðs, eins og Jesús Kristur hét okkur þegar hann sagði: Ég er upprissan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi, og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Í þessari trú kveðjum við Þóreyju Sigfúsdóttur með þökk fyrir allt og allt. Ég hef verið beðin hér fyrir nokkra kveðjur. Það er kveðja frá Snorra Guðmundssyni á Akureyri. Þá er kveðja frá Björk og Berglindi Einarsdóttur, frænkum hennar, og Gísla Ágústssyni og fjölskyldu. Að lokum er kveðja frá Kristbjörgu og Herði á Reyðarfirði. Fjölskyldan hefur beðið mig að koma því á framfæri að við lok þessar athafnar verður erfisdrykkja í Sindrabæ. Þegar athöfnin er lokið verður kistan borin út hér á stéttina, þar sem okkur gefst kostur á að signa yfir, þar sem farið verður með kistuna til Reykjavíkur til brennslu.
Við skulum biðja. Við þökkum þér, himneski góði Guð, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Þóreyju Sigfúsdóttur, systur okkar sem við felum þér. Í trú af þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk þau sem hér kveðja og veit þeim leiðsögn á komandi tíma, uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni, en allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem að Jesús hefur kennt okkur og við biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Takið drottinlegri blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen.
Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprissu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprissan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn minn, gef dánum ró, en hinum lík er lifa. Amen.